Koltvísýringur herská gróðurhúsalofttegund sem betur væri komið fyrir í föstu formi frekar en óbeisluð í andrúmsloftinu. Tré anda sér lofti og binda kolefni í trjástofnunum og jarðvegi og anda svo frá sér súrefni. Skógar eru öflugt verkfæri sem móður jörð hefur lengi notað til kolefnisbindingar og þannig hreinsað loftið. Ísland á barrskógarbeltinu, sem skýrir hví vöxtur timburtrjáa svona góður sem raun ber vitni. Samt einungis 2% landsins þakin skógi og sérfræðingar vilja meina að skógur geti vel dafnað á helmingi landsins. Nú orðið í einungis 20 ára gömlum skógum eru bændur sem beita sauðfé á skógana sína með góðum árangri. Loksins sem sauðfé nýtur góðs af skógræktinni. Áður fyrr trúðu samtímamenn ekki að tré gætu vaxið hérlendis en þau virðast sífellt koma óvart. Ísland því mjög álitlegur kostur fyrir kolefnisstyrsta skóga. Kolefnisbrúin verkefni í umsjón Landssamtaka skógareigenda. Það unnið í samvinnu við Skógræktina og Bændasamtök Íslands. Markmið kolefnisbrúarinnar á samhljóm með hringrás lífsins og hægt að líkja við lífveru. Ímyndum okkur að hjarta séu bændur sem nota og rækta landið. Hvatinn sem kemur frá lungunum umbreytir koldíoxíði í kol og súrefni. Útlimirnir eru vinnan og verkefnin og heilin sjálf kolefnisbrúin sem tengir þetta allt saman. Kolefnisbrúin tengir saman fjárfesta og landeigendur. Fjárfestar munu greiða fyrir örugga skógrækt og fá í staðinn vottaðar rekjanlegar kolefniseiningar. Landeigendur leggja til land undir skógrækt yfir ákveðið tímabil einatt til að binda kolefni. Mikið gagn mun verða á skógræktinni til lengri tíma litið og fjárfestar verða virkari og meðvitaðir ábyrgð sína gagnvart umhverfinu. Að koma upp skógi í trélausu landi krefst skipulags og aðgerða svo sem vegagerðar, plöntuframleiðslu og gróðursetningar. Skógrækt krefst mannafla og mun þar af leiðandi skapa ný störf, svo ekki sé minnst á umhirðuna og nytjarnar. Úttekt á kolefnisbindingunni verður gerð eftir forskrift kolefnisbrúarinnar. Bændur og verktakar sem kolefnisbrúin metur hæfa munu sjá mælingarnar og gera skil á þeim. Gögnin verða þá vottuð af hlutlausum vottunaraðila að allt sé rétt gert. Loks væru gögnin aðgengileg sérfræðingum og síðast en ekki síst almenningi. Með öðrum orðum, kolefnisbrúin leggur upp með gegnsæi gagnanna og mun nota viðeigandi tækni hverju sinni. Kolefnisbrúin mun gera efnahagskerfi heimsins grænni, stuðla að aukinni vinnu í sveitum landsins og gera landið enn gjöfulla en það var áður.